Komið sæl. Við höldum áfram umfjöllun okkar sveitarstjórnarkosningar. Við vorum í síðasta þætti á austasta hluta Norðausturlands en nú höfum við flutt okkur set og erum komin yfir Tröllaskagann og ætlum að gera sveitarfélögunum á Norðurlandi vestra skil. Við ætlum að hafa sama háttinn á og áður. Við gefum frambjóðunum 5 spurningar sem þau þurfa að svara og þau fá til þess 1 mínútu á hverja spurningu. Og við byrjum hér í Skagafirði. Sveitarfélagið Skagafjörður 4180 ferkílómetrar að stærð og 5. víðfeðmasta sveitarfélag landsins. Íbúar voru nú í ársbyrjun rétt tæplega 4000 talsins og sveitarfélagið 13. stærsta sveitarfélag landsins. 4 þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu Skagafirði. Sauðárkrókur þar sem íbúar eru 2567, á Hofsósi búa 179, í Varmahlíð 119 og 85 á Hólum. Í dreifbýlinu búa 1028 manns. Sveitarfélagið rekur 3 leikskóla og jafnmarga grunnskóla. Eru starfsstöðvar staðsettar á Sauðárkróki, Hofsósi, Hólum, í Fljótum og í Varmahlíð. Leikskólagjöld í sveitarfélaginu eru með þeim lægstu á landinu. Sveitarfélagið Skagafjörður á og rekur eina ódýrustu hitaveitu landsins. Rúmlega 90% íbúa sveitarfélagsins eru tengdir henni og stefnir í að 95% íbúa hafi aðgang að veitunni innan fárra ára. Atvinnulíf í sveitarfélaginu Skagafirði gott og byggir á mörgum stóðum. Má þar helst nefna landbúnað, sjávarútveg, matvælavinnslu, margvíslegan iðnað, verslun og ýmsa þjónustu. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Háskólinn á Hólum og Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki eru afar mikilvægar stofnanir í héraði. 5 listar buðu fram fyrir kosningarnar 2010. B-listi Framsóknarflokks, D-listi Sjálfstæðisflokks, F-listi Frjálslyndra og óháðra, S-listi Samfylkingar og V-listi Vinstri grænna. B-listi hlaut góða kosningu 4 af 9 fulltrúum í sveitarstjórn. Sjálfstæðisflokkur fékk 2 fulltrúa en V-listi, F-listi og S-listi 1 hvert. Á kjörskrá voru 3024. Framsókn og Vinstri grænir hafa verið í meirihluta á þessu kjörtímabili. Í þessum kosningum eru 4 listar í framboði. Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Vinstri grænir og nýtt framboð K-listi Skagafjarðarlisti sem skipaður meðal annars núverandi fulltrúum Frjálslyndra og Samfylkingar í sveitarstjórninni. Við skulum heyra í fulltrúum þessara 4 framboða í Skagafirði. Hvers vegna ættu kjósendur að velja þinn lista? K-listin raunverulegur kostur fyrir Skagfirðinga til breytinga varðandi ákvörðunartöku og stjórnun sveitarfélagsins. K-listin óháð framboð, það óháð flokkunum á landsvísu, stjórnmálasamtökum og fyrirtækjum. Við viljum efla og standa vörð opinbera þjónustu í Skagafirði, skapa jákvæða umræðu sveitarfélagið og standa vörð þá þjónustu sem hefur verið byggð upp hér undanfarin ár, sem gífurleg og þannig að við leggjum bara ótrauð áfram inn í kosningabaráttuna og bjóðum okkur fram sem raunverulega valkosti breytinga. Það mikilvægt að sem flest sjónarmið hafi vægi í sveitarstjórninni og þessi listi samsettur af fólki allstaðar að úr héraðinu og úr flestum sviðum atvinnulífsins. Það þekkir vel til þjónustu sveitarfélagsins og vel inni í því hvað má betur fara. En fyrst og fremst ætti fólk að velja okkar lista vegna þeirra mála sem við setjum í forgang eins og umhverfismál, fjölskylduvænt samfélag, uppbyggingu atvinnulífsins og fleiri þátta. En ekki síst vegna þess að við höfum jákvæðni og bjartsýni og óbilandi trú á sveitarfélagið okkar að leiðarljósi. Við vitum að nýr dagur skapar ný tækifæri. Af því að það frábært metnaðarfullt fólk sem vill efla atvinnulífið, skapa störf og halda í þau störf sem fyrir eru. Við viljum efla ferðaþjónustu á Ásgrundvelli og þar sundlaug Sauðárkróks nauðsynlegur þáttur og við teljum að röðin sé komin að henni. Við viljum koma á atvinnutengdri hestamennsku og klára háhraða nettenging allan Skagafjörð.
Við viljum finna góða lausn á leikskólamálum í Varmahlíð og Hofsósi í fullri sátt við íbúana og við viljum fara í lagfæringar á skólahúsnæðunum á þeim báðum stöðum líka og við viljum koma tónlistarskólanum inn í Árskóla og halda áfram metnaðarfullu skólastarfi í öllum Skagafirði eins og verið hefur og efla íþrótta- og æskulýðsstarf og við viljum vinna að framförum, frumkvæði, samstöðu og ábyrgð í sveitarfélaginu. Já, við erum með mjög breiðan hóp af fólki á listanum og við sem skipum efsta sætið erum búin að vera í 4 ár og erum að skila afskaplega góðum árangri af rekstri sveitarfélagsins og teljum okkur hafa staðið okkur afskaplega vel þessi 4 ár þó auðvitað sé alltaf einhver sem betur megi fara. Við viljum halda áfram uppbyggingu innviða samfélagsins og við teljum við getum náð því í ljósi góðra rekstrar niðurstöðu sveitarfélagsins. Við erum sömuleiðis með mjög öfluga og metnaðarfulla sýn á uppbyggingu atvinnulífs og ég tel að þegar þetta fer saman þá sé þetta grunnurinn að því að byggja upp gott samfélag hérna í Skagafirði. Hverju myndir þú helst vilja breyta í sveitarfélaginu? Mikilvægt að snúa við neikvæðri íbúðaþróun sem hefur verið hér sérstaklega undanfarin 4 ár. En við erum núna komið niður fyrir 4.000 íbúarnir hér í sveitarfélaginu og höfum fækkað 153 síðastliðin 4 ár. Þannig að það má segja að á hverjum degi sé að fara 3 frá okkur síðastliðin 4 ár, sem er mjög bagalegt. Við höfum verið að leggja áherslu á það að skoða hvers vegna þetta og viljum meina að launaþróun hér í Skagafirði geti haft einhver áhrif og höfum lagt fram tillögu þess efnis að sveitarfélagi geri launakönnun en það hefur ekki fengið hljómgrunn en laun er eitt af því sem að fólk horfir til. Breyta þarf afstöðu ríkisins til opinberra starfa hér í Skagafirði en frá árinu 2008 hefur störfum fækkað 47 og þessu þarf að breyta. Við viljum fjölskylduvæna samfélag hérna í Skagafirði þar sem að öllum erum búin jöfn tækifæri í leik og starfi og þetta sé eitt samfélag fyrir alla þar sem að hvar sem þú býrð þá sé þér tryggt sama þjónusta og tækifæri. Við viljum fara í að einfalda hvatakerfi barna og ungmenna og uppbygging sundlaugar á Sauðárkróki, það kominn tími á það. Við viljum hafa þetta útivistarsvæði hér Skagafjörð þar sem að hægt að ganga og njóta Skagafjarðar. Til dæmis væri gaman að gera hér útivistarhring á Sauðárkrók þar sem að Nafirnar og ströndin og Gamlibærinn og væri tengt saman í svona einn hring. Við viljum fara í svæðisbundin átaksverkefni, atvinnuuppbyggingu og bæta aðgengi í öllu samfélaginu fyrir fólk með fötlun. Ég myndi náttúrulega vilja fjölga sjálfstæðismönnum en fyrst og fremst að skapa þær kringumstæður að fólk og fyrirtæki myndi vilja setjast hér að. Ég myndi vilja bæta aðgengi fatlaðra og þjónustu við þá, koma iðjunni í annað húsnæði. Ég myndi vilja sjá gamla bæinn fá andlitslyftingu og ég myndi vilja sjá hér göngustíga upplýsta og merktar gönguleiðir. Ég myndi vilja líka sjá breytingar hérna á tjaldstæðinu og skapa ferðamönnum betri aðstæður og ég myndi vilja sjá sveitarfélagið vaxa það mikið og dafna að tekjurnar myndi aukast það mikið að það væri hægt að lækka útsvarsprósentu í sveitarfélaginu öllum íbúunum til hagsbóta. Já, það sem þarf að breyta hér og svona aðalmáli hérna í þessu er að við reynum að snúa við þessari íbúaþróun sem verið hefur undanfarin ár. Og það tel ég að við gerum eins og ég talaði áðan með öflugri atvinnusýn og því að skoða með hvað hætti við getum skapað umhverfi hérna í Skagafirði þannig að við fáum hérna fyrirtæki og einstaklinga. Við þurfum að koma á fót hér öflugum leigumarkaði, okkur vantar leiguhúsnæði og við þurfum að skoða það með hvað hætti við getum komið hérna á fót markaði sem að tryggir öllum þeim sem hingað vilja koma á húsnæði. Og mér finnst að við verðum að skoða í því ljósi hvort að sveitarfélagi að koma og hafa aðkoma að slíku félagi. Sömuleiðis samhliða breytingum á rekstri sveitarfélagsins og góðri rekstrarniðurstöðu, þá held ég að sé eðlilegt að sveitarfélagi skoða það hvort og hvernig við getum skilað einhverju tilbaka af þeim góða rekstri
og þeim afgangi sem hefur orðið til íbúa sveitafélags. Hvar myndir þú skera niður í rekstri sveitafélagsins sé það nauðsynlegt? Rekstur sveitafélagsins á að vera endalaust í skoðun. Árið 2012 var ráðist í kostnaðarsamar vinnu við það að fara í hagræðingaraðgerðir og við þurfum að meta hvað af þessum tillögum höfðu verið settar inn til framkvæmda og hverju þær hafa skilað. En rekstur sveitafélagsins er með þeim hætti að 80% af skatttekjunum það fara í fræðslumálin, félagsmálin og æskulýðs- og íþróttamál. Þannig að þetta eru málaflokkar sem við viljum líka standa vörð um. En hagræðingar aðgerðirnar sem að gripið inn í árinu 2013 þarf allar að fara yfir og endurmeta á okkar mati. Tækifæri okkar til þess að nýta fjármagni betur liggur í frekari samþættingu verkefna innan sveitafélagsins og auki samstarf með nágranna sveitafélögum okkur hér í austur og vestur. Ég vil vona að þeir tíma séu liðnir og það er hins vegar ástæða til að sýna áfram fylgstu ráðdeild að sjálfsögðu í sveitafélaginu og nýta þá möguleika sem við höfum til þess að nýta tæknina betur og leysa málin betur heima hverju svæði fyrir sig og miðstýra þessi ekki öllu saman kannski of og svona sína svolítið bara hugvit í því hvernig við getum haldið þessu best utan okkar málaflokka. En síðan ekki síst að þá þurfum við að auka tekjur á sveitafélaginu og það gerum við með því að efla hér enn meira atvinnulífið og gera það fjölbreyttara og nýta tækifæri hér sem við eigum allan Skagafjörð og mannauðinn og þar eigum við mikla möguleika og við eigum að gera það okkar stærsta máli núna næstu árun og það er stærsta máli sem framöndan á næsta kjörtímabili. Núverandi sveitarstjórn fór í miklar hagræðingaraðgerðir, allir flokkar saman á síðasta kjörtímabili og við unnum eftir hagræðingatillögum Haraldar Lyngdal og við tókum náttúrulega ekki nema lítið af þeim. Við sæja fyrir mér að það væri hægt að halda því áfram en sé samt ekki fyrir mér að við gætum farið í neinar stórtækar breytingar. Þannig að það yrði að vera að skoða það á marga smáa hluti sem að myndu þó ekki skerða þjónustu við íbúana. Ég tel að þetta sé svona lifandi verkefni sem við þurfum að vera í og eigum að vera í alltaf. Árið 2012 fórum við í gríðarlega miklar hagræðingaraðgerðir og endurskipulagningu á rekstri sveitafélagsins sem skilaði okkur jákvæðri rekstrarniðurstöðu 2012 og aftur 2013. Ég held að þetta, eins og ég segi, þetta er bara verkefni sem við eigum að vera í alla daga alltaf og það er ekkert sem er okkur óviðkomandi, það er allar stofnanir og allar einingar sveitafélagsins undir í þessu og við sem stýrum sveitafélaginu eigum að sjálfsögðu alltaf að leita allra leiða til þess að reka einingarnar á sem hagstæðastan hátt en að sjálfsögðu verðum við að horfa mjög vandlega í þeirri vinnu til þess að hvort og hvernig mun það skerða þjónustuna og við þurfum að leita leiða til þess að svo verði ekki. En þetta er verkefni sem er lifandi og við verðum að sinna bara alltaf og við verðum mjög vakandi fyrir. Hvað telur þú helst að ógni framtíð sveitafélagsins? Fólksfækkun og niðurskurður hjá ríkinu. Það er það sem ógnar sveitafélaginu hér og hefur ógnað okkur síðastliðin ár og fábreytni í atvinnulífinu. Stærstu vinnuveitandirnir hér á þessu svæði eru Sveitafélagi Skagafjörður og Kaupfélag Skagfirðinga, hvoru tveggja flottir og fínir vinnustaðir. En það sem er að ógna okkur núna, það er óvissa stöðu heilbrigðisstofnunar. Það hefur verið viðunandi núna í nokkuð mörg ár og virðist ekki vera að leysa úr því. En stór þáttur í búsetuvali fólks í dag er það hversu öflug og góð heilbrigðisþjónustan er. Heilbrigðisstofnunin er í þeim sporum núna að það er svona hálfgert frost á því hvað er verið að vinna að og sveitafélagið hefur tækifæri núna til þess að eiga samtal við ríkið það að yfirtaka rekstur heilbrigðisstofnunar og ég held að það sé raunverulegur kostur til að skoða. Pólitík. Kaldhæðni, já, en sannleikur. Pólitískar ákvarðanir sem eru teknar utan sveitafélagsins. Þegar ríki getur bara með 1-2 pennastrikum skert þjónustu okkar hérna í sveitafélaginu, fækka opinberum störfum og þá er það okkar hlutverk sem frambjóðendur, hvort sem við erum í Vinstri grænum, Framsókn, Sjálfstæðisflokk, Hálistanum,
að standa vörð á okkar byggðarlagi og það getum við. Við erum bara fólk sem hefur áhuga og hugsjón á að gera okkar samfélag betra, þannig að við getum það klárlega. Annað sem ógnar einni samfélagi okkar að það séu teknar ákvarðanir sem að skerða rétt komandi kynslóða og þá erum við Vinstri-grænir sem stöndum mikinn vörð það. Það gerist ekki. Það náttúrulega helstu ógnirnar eru tiltölulega fábreytt atvinnulíf sem að við þurfum að reyna að breyta. Við höfum orðið fyrir stöðu og niðurskurð á opinberum störfum og þá sérstaklega í heilbrigðisþjónustunni. Heilbrigðisþjónustan er náttúrulega svona grunnstoð þegar fólk velur sér búsetu, þannig að það er mikil ógnun. Það er ýmislegt fleira sem má nefna gjöld á samgöngur, skatta á samgöngur og hækkaðan flutningskostnað þess vegna. Svo má fleira nefna eins og fólksfækkun sem er mikil ógnun fyrir okkur og þá ekki síst sveitarfélagið með þá minnkandi skatttekjur. Það er morgunljóst að stærsta ógnin er þessi íbúaþróun og þessi neikvæð íbúaþróun. Við þurfum að snúa vörn í sókn í henni. Við þurfum að vinna mjög í því að reyna að fá tilbaka einhvað af þessum 50 opinberu störfum sem eru farin úr sveitarfélaginu frá 2008 og á sama tíma að auka nýbreytni og fjölbreytni hérna í atvinnulífinu þannig að við fáum fleiri störf fyrir fólkið okkar. Við þurfum að sjálfsögðu að tryggja rekstur heilbrigðisþjónustunnar. Og það er lykilatriði kemur að varnarbaráttu okkar og sóknarfærum í Skagafirði. Það er alveg ljóst að ef að molnar meira undan heilbrigðisstofnun en gert hefur undanfarandi árum, þá mun fólk fara hérna í enn ríkara mæli. Þetta er grunnstofnun, þetta er lykilstofnun í samfélaginu hjá okkur og hana verður að verja með öllum ráðum. Hvar liggja helst tækifæri sveitarfélagsins? Efla samgöngur innan héraðs og utan héraðs. Efla samgöngur hér innan héraðs með því að tengja saman atvinnusvæði og skólahverfi og við viljum horfa til þess að verða að gera göng undir Tröllaskaga og efla með því samstarfið Eyjafjörð og Akureyri sem að verður atvinnuþróun og byggðaþróun hér og fyrir Norðurland vestra. Höfnin hér á Sauðárkróki, það þarf að efla hana og gera hana stórskipahöfn og síðan höfum við verið að horfa á eflingu í fjarskiptum og raforku. Þannig að tækifærin eru víða. Við viljum líka leggja áherslu á að Skagafjörður matvælahéraði og lyfta því hátt undir höfði. Og svo viljum við náttúrulega að Skagafjörður sé virkur og vel tengdur. Ég tel að helstu tækifærin okkar liggi í fólkinu sem hérna býr. Það er mannauðurinn okkar. Og maður sá það vel á nýliðinni atvinnulífssýningu hversu mikill kraftur er í fyrirtækjum á svæðinu og fólkinu á svæðinu. Og þar eru klárlega tækifæri. Ég sé það líka í mínu starfi sem atvinnuráðgjafi hversu mikið við eigum af ungum frumkvölum, hugmyndarík og skapandi fólki og þar eru klárlega tækifæri, mikil. Náttúran okkar, þar er enn eitt tækifærið. Þar er atvinnuuppbygging í ferðaþjónustu til dæmis kemur mjög sterkt inn. Umhverfisvænn iðnaður eins og koltréverksmiðja geti líka að komi sterklega til greina og annað slíkt. En fyrst og fremst kannski bera verðingu fyrir náttúrunni og muna það að með nýjum degi koma ný tækifæri. Við eigum alveg geysilega mikið af tækifærum á ýmsum sviðum og það má nefna eins og í tengslum við það sem við höfum, Háskólann á Hólum, Fjölbrautaskólann, Verið, FabLab. Þetta er til dæmis grunnrar að því að við eigum sennilega meiri möguleika að fá hingað koltréverksmiðju vegna þess að það er nám í boði. Við eigum menninguna, söguna og náttúruna sem að gefa alveg óendanlega tækifæri í ferðaþjónustu. Þar þurfum við virkilega að taka á því að þar er mikið verk óunnið. Og við viljum hlúa grunnstoðunum í þessu, þannig að svona fyrirtæki og í ferðaþjónustu í öðrum greinum komi. Við þurfum svolítið að markaðsetja Skagafjörð. Tækifærin okkar eru náttúrulega bara út allt og þau eru náttúrulega bara í okkur skagfirðingum. Þar liggur mannauðurinn og þar liggja tækifærin sem við verðum að beisla og nýta. Ég tel að tækifærin okkar liggja í nýsköpun, í frumkvöðlastarfsemi, í einhverju nýju, að búa til eitthvað nýtt og skapa og fá eitthvað nýtt inn, fjölga
fjölga atvinnu, fjölga tækifærum fyrir ungt fólk að vera hérna á svæðinu og skapa og búa til. Sveitafélagið Skagafjörður hefur verið í forystu varðandi koltrefar og basaltrefar. Við höfum að halda því að sjálfsögðu áfram þeirri uppbyggingu. Við höfum talað flugvöllin okkar og það eru gríðarleg tækifæri varðandi flugvöllin okkar. Og þar við vorum taldi galin fyrir 4 árum þegar við vorum að tala flugvöllin. En nú þetta orðið raunveruleika, það menn að ræða þetta. Í ferðaþjónustu eigum við óðbóðslega möguleika, þar Norðurland vestra mjög vannýtt og það segir okkur bara það að við eigum sóknarfæri. Og við eigum sóknarfæri víða og það gríðarlega mikilvægt að við nýtum þessi tækifæri. Áður en við kveðjum Skagafjörð viljum við heyra hvað kjósendur hér hafa að segja kosningarnar. Hvað snúast þessar kosningar hér í Skagafirði? Já, í mínum huga snúast náttúrulega fyrst og fremst atvinnumál og svo náttúrulega málið mér tengt, ég náttúrulega kennari og mér finnst það snúast líka menntamál og svo finnst mér það umhverfismál. Og þá aðalega ég mér mjög hugleikið það útivistarsvæði fyrir börn og unglinga sem að ég tel að við þurfum að gera meira og hugsa meira hér til að hafa meira upp á að bjóða fyrir börnin okkar. Þegar við fallum svo út að leika sér, hvað getum við boðið þeim? Hvað getum við boðið fólki sem kemur hingað, sem ferðamenn? Hvað upp á hvað viljum við bjóða? Sundlaug sem ómöguleg leiksvæði, það engin leiksvæði hér fyrir börn, mjög lítið. Og við þurfum svo alltaf að hugsa þetta, við erum alltaf að hugsa hreyfingu, efla hreyfingu. Við höfum bara ekki svo mörg svæði hér til að gera það annað en, jú, við erum mjög góð göngusvæði og annað, en mér finnst að við getum gert betur. Við erum búin að loka leikvöllunum, litli skór, hann tómur, ég held að við getum gert meira í því sambandi. Erst þú búin að gera upp hug þinn fyrir þessar kosningar? Nei, ég ekki búin að því. Hvers vegna ekki? Ég bara orðið verið við mjög litla kosningabaráttu og ég ger mér ekki grein fyrir hvað við erum að fara að kjósa, þannig að ég get eiginlega ekki gert upp hugmynd þá. Fannst þetta að vera skýrara fyrir kosningarnar 2010? Já, kannski einhverju leyti. Ég allavega held að það var skólinn óslega mikið hitamál og ég var mjög upptekin af því að við fengjum nýjan skóla, þannig að já, ég man eftir því. En ég hef ekki orðið eins við það núna hver eru hitamálin eða fyrir hvað flokkarnir standa, ég áttum ekki á því. Ertu búin að ákveða hvernig þú ætlar að kjósa? Nei, ekki búin að ákveða mig. Segðu mér, hvað snúast kosningarnar að þínu mati núna? Það hlýtur að snúast það að koma launastöðu grunnskólakennara og leikskólakennara í viðunandi horf. Við erum langt á eftir viðmiðunarstéttum okkar í sveitarfélaginu. Saleikskýrslan segir okkur að við séum 30% á eftir þeim sem eru að vinna hjá sveitarfélaginu í launum. Og við sjáum það bara allstaðar í landinu að kennarar eru að flykkjast úr störfum. Það eru yfir 50 störf nú þegar laus í Reykjavík, 30 störf í Hafnarfirði. Kennarastéttin er að nálgast 50 ár í meðalaldri og við vitum það bara í þessum skóla eiga fjölmargir kennarar eftir að hætta á næstu árum og engir að koma í staðinn. Og hvaða ráð hefur sveitarstjórnin hér í Skagafirði? Sveitarstjórnin ákveður launin. Hún í sambandi við aðrar sveitarstjórnir í landinu ákveður það að laun kennara eigi að vera svona og svona. Við erum búin að vera samningslaus í 2 ár. Og sveitarstjórnin hér meðal annars hefur ákveðið að vera ekki að semja við okkur. Og við viljum bara sjá það lagað og helst í gær. Hvað snúast þessar kosningar finnst þér hér í Skagafirði? Það svo mikið. Ég ekki búin að kynna mér hjá öllum en mikið eins og heilbrigðismálin, stofnunina og atvinnu og svona sem að skiptir náttúrulega miklu máli. Erst þú búin að ákveða hvað þú kýst? Nei, ég ekki ákveðin hvort ég kýs eitthvað. Er erfiðara í ár heldur en áður að finna það rétta? Já. Hvernig stendur á því? Mér finnst bara erfitt að treysta þessum stjórnmálamönnum og þeir standi við það sem þeir lofa. Þarna talar á reynslu? Já. Og bara mjög svekkt út í jafnvel bæði ríkisstjórn og bara þetta stjórnmálamenn, mér finnst þeir ekki traustsins verðir. Og finnst þér það þá eiga jafnt við landsmálin og sveitarstjórnarmál? Já, mér finnst það. Finnst þér að það sé munað eftir öllum byggðakjörnunum? Nei. Einhver sem verður út undan? Já, mér finnst bara eftir sem að
bara hérna með á Króknu, það gleymist svolítið það sem er fjær og fær minni þjónustu og fylgst minna með því. En að það alveg óvíst hvar exið lendir hjá þér? Já, algjörlega ennþá. Það sem mér liggur efst í huga er kannski íþróttaaðstaða barnanna sem þarf að fara að laga hér. Hvaða flokkar hvað ætla að gera í þeim málum? Hvað myndið þú vilja sjá gert? Ég myndi vilja sjá meira í fótboltanum, gervigrasvöll, stærri, höll og bara svona betri aðstöðu fyrir þessi börn. Þetta er mikið íþróttasvæði og vantar virkilega aðstöðu. Þannig að þeir sem að koma fram með það, þú myndi styðja þá eða hvað? Ég hugsa það, já. Frá Skagafirði færum við okkur vestur yfir Þverafjallið og hingað á Skagaströnd, en nú ber svo við að það eru 2 listar í boði. Það er H-listi, Skagastrandarlisti, sem var sjálfkjörinn í síðustu kosningum, og ETH-listi við öll eins og það nefnist. Við skulum heyra í frambjóðendum. Skagaströnd er við austanverðan Húnaflóa og byggir afkomu sína mestu á sjávarútvegi. Togaraútgerð hefur lengi verið burðarásinn í þeim útgerðarháttum, en á síðari árum hefur góð veiði í Húnaflóa orðið til aukinnar sóknar minni báta sem leggja upp á fiskmarkaði. Skagaströnd er einnig þekkt fyrir tengsl við country tónlist og veitingastæðin Country Bæ sem er landsþekktur. Mikla breytingar hafa orðið í atvinnuháttum á undanförnum áratug, þar sem fiskvinnsla í landi lagðist af, en í staðinn hafa risið upp sprotar í menningu, svo sem Spákunuhof og Nes listamiðstöð. Greiðslustofa Atvinnuleysistryggingasjóðs hefur einnig starfsstöð á Skagaströnd, þar sem 20 manns starfa. Fjárhagsstaða sveitarsjóðs er nokkuð góð og skuldir mjög litlar. Íbúafjöldi 500 manns og sveitafélagið í hópi 42 sveitafélaga af 74 sem eru undir 1000 íbúa markinu. Sveitarfélög í Austur-Húnavatnssýslu eiga mikið samstarf innbyrðis ýmis mál, en sameining við önnur sveitarfélög á svæðinu hefur ekki haft hljómgrunn hjá íbúum á Skagaströnd. Í síðustu kosningum bauð aðeins 1 listi, H-listi, Skagastrandarlistinn, fram og var hann því sjálf kjörinn. 5 efstu menn skipa sveitarstjórn og 5 næstu varamenn þeirra. Fyrir þessar kosningar eru 2 listar í framboði, H-listinn og nýtt framboð, ETH-listinn. Við skulum heyra svör frambúðana við spurningunum 5. Hvers vegna ættu kjósendur að velja þinn lista? Vegna þess að við munum ekki setja á orðin tóm og við munum láta verkin tala. Við viljum samfélagi hér á Skagaströnd fyrir alla. Þess vegna er meðal annars okkar slagorð við öll. Við viljum hvetja bæjarbúa til að standa allir saman sem einn maður, vegna þess að við getum ekki breytt okkar samfélagi öðruvísi en saman. Við þurfum samtakamátt þess að snúa þeirri óheillaþróun við sem verið hefur á landsbyggðinni undanfarna áratugi. Hér er fækkun ár eftir ár og það markast fyrst og fremst því að atvinnuástandið er eins og það er. En þessu þurfum við að breyta. Að því á H-listanum er mikið af góðu og samheldnu fólki sem hefur fjölbreytta reynslu úr atvinnulífi og sveitarstjórnarmálum. Það er samfélagslega sinnað fólk á listanum sem var valið með lýðræðislegum hætti í forvali sem stór hluti bæjarbúa tók þátt í að velja á. Við getum líka sagt að sveitarfélaginu hefur verið stjórnað með festu og öryggi á undanförnum árum. Það hefur verið nokkuð góður rekstur og afkoma, samt sem að hefur verið hægt að bæta í þjónustu og standa fyrir umfangsmiklum viðhaldsverkefnum og nýframkvæmdum, bæði höfn og víðar staðinn. Og svo verðum við að nefna til dæmis hitaveituna og ljósleiðaralagningu sem við teljum vera eitt stærsta framfaraskref sem hefur orðið hér bara mjög langan tíð. Hverju myndið þú helst vilja breyta í sveitarfélaginu? Við viljum breyta stjórnsýslunni. Við viljum setja meðal annars sveitarstjórnarsiðareglur. Við viljum opna stjórnsýsluna hana gegnsæja og við viljum hleypa fólkinu nær sveitarstjórninni þannig að það fái tilfinninguna
að sveitarstjórnin sé að vinna fyrir þau. Og alveg eins og ég sagði í fyrstu spurningunni, að það sem skiptir höfuðmáli samheldni fólksins. Þetta hefur kannski verið svolítið þannig að það var ekki kosið hérna síðast. Og þess vegna kannski fjarlægist sveitarstjórnin fólki í landinu. En við viljum breyta þessu. Við viljum að allir fá að sitja við sama borð. Við viljum taka líka upp orð pólapöngarana og segja enga fordóma, við erum öll eins. Þetta margt stórt og smátt sem við myndum gjarnan vilja breyta ef við fengjum að ráða. En það fyrst og fremst atvinnumálin sem kom upp í hugan. Skagaströnd hefur gengið í gegnum ótrúlega breytingar á síðustu 10 árum í hvað varðar atvinnulíf. Við sjáum rækjuvinnslu og bolfiskvinnslu í landi leggjast af og hér vorum að segja kannski 1 til 2 opinberir starfsmenn, nú eru þeir 30. Og þá ég að tala Greiðslustofu Vinnumálastofnunar, Bíópól og fleiri slíka starfsemi. Og þetta held ég óvanlegt með að við stærð á bæjarfélagi eins og Skagaströnd er. Nú, það sem ég myndi vilja kannski sjá væri það að hér myndi spretta upp lítil og meðalstór fyrirtæki að frumkvæði íbúana. Og ég get nefnt til dæmis á sviði ferðaþjónustu en við teljum að þar sé óplæður og akkur á okkar svæði. Hvar myndir þú skera niður í rekstri sveitarfélagsins sé það nauðsynlegt? Við teljum að það sé ekki hægt að skera niður í rekstri sveitarfélagsins. Gæti verið þess að lögboðin starfsemi sveitarfélagsins sé ekki fjársvelti. Þannig að við teljum að þetta sé bara grunnþörf okkar. Ef við stæðum fyrir því að þið þyrftu að skera vel niður, þá myndum við vilja fara blandaða leið í niðurskurði og svo aukningu og gjaldtöku og við myndum leita eftir tillögum frá yfirmönnum deilda sveitarfélagsins og reyna að vinna það sem best í samvinnu við þá. Hvað telur þú helst að ógni framtíð sveitarfélagsins? Fólksfækkun. Ef við skoðum íbúatal sveitarfélagsins síðustu 16 ára, þá hefur okkur fækkað að meðaltali 10 á hverju ári og erum núna rétt 490 og þessari þróun verðum við að snúa við og byggja upp atvinnumál. Það sem fyrst og fremst ógnar framtíð þessara byggðar neikvæð íbúaþróun og hvernig aldurssamsetning íbúanna að breytast. En samt sem áður getum við þó sagt að Skagaströnd þó yngsta sveitarfélagið á Norðurlandi vestra en við sjáum samt sem áður að börnum og í skóla og leikskóla hefur verið að fækka og það áhyggjuefni. Hvar liggja helst tækifæri sveitarfélagsins? Það í atvinnuþróun og nýsköpun og þau eru áhrifaríkustu tækin sem hægt að notast við til þess að styrkja búsetu og vinna gegn atvinnuleysi. Það ætti því að vera forgangsmál fyrir sveitarfélagið að stuðla að aukna atvinnuþróun. Svæði hérna allt umkring svo fallegt og íbúar þess eru frjóir í hugsun og allir vegir færir. Atvinnuuppbygging ætti því að vera auðveld ef samstaða næst framkvæmdir til þess að byggja samfélagið upp á ný. Nú, ég held að tækifæri Skagastrandar felist fyrst og fremst í að reyna að virkja þann mannauð og það góða fólk sem hérna býr. Hérna býr virkilega gott fólk og ef okkur tekst að virkja það til góðra verka þá hef ég engar áhyggjur. Sveitarfélagið skuldar ekki mikla peninga og óumtalsverðar eignir. Þannig ef að fólk með góðar hugmyndir sem hægt að styðja þá ætti að vera hægt að gera það. En hvað segja kjósendur hér á Skagaströnd sem hafa nú loksins tækifæri til þess að kjósa á milli tveggja lista? Nú er þið að fá að kjósa á Skagaströnd, það langt síðan að það var gert síðast, það ekki? Já, það alveg síðan, jú. Það besta mál bara. Ertu búin að gera upp fyrir því hvort listan þú velur? Já. Og viltu segja okkur það? Nei, ég ekkert að segja það. En hvað kosningamáli? Hvert kosningamáli hérna? Ég held að stærsta málinn sé nú bara að reyna að auka atvinnuna og já, fyrst og fremst held ég það og helst að fjölga íbúum þá í leiðinni. Þeim hefur fækkað töluvert mikið frá síðustu kosningum.
En þetta bara svona á landsbyggðinni, það fækkar alltaf. En þú skilur ekki auðu? Nei, ég skil ekki auðu. Ég hef aldrei skilað auðu. Nú eru komnir fram 2 listar og þið getur kosið á Skagaströnd. Það orðið svolítið síðan að það var. Já, það eru ekki 8 ár. Það bara ágætt að fá að kjósa eins og núna. En hvað kemur út úr því, það veit ég ekki. Hvernig líst þér á listana? Það sem ég er búinn að sjá líst mér vel á. Ertu búinn að gera upp fyrir þig hvað nú velur? Nei, ég er ekki búinn að því. Hvað það sem skiptir mestu máli í þínum huga? Hvað verður kosið hérna á Skagaströnd? Ég veit það ekki. Mér finnst bara við erum að fá að kjósa en eins og ég segja á hann, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu. En er ekki gott að fá bara nýtt blóð í þetta? Alltaf þessu sömu 3 hestar sem eru búin að vera þarna. Ertu búin að ákveða hvað listan þú ætlar að kjósa? Já. Viltu segja mér það? Fyrsta listan, sem Dolli er með. Hálistin? Já. Og af hverju velur hann? Bara líst betur á hann bara. Svo er pabbi í honum og svo það er, það líka. Snýst þetta ekki dálítið mikið persónur á svona minnustöðum? Jú, einhvað. Jú. En málefni líka? Já, gerir það náttúrulega líka. Við höfum bara séð listana en ekki séð neinn stefnumál ennþá, þannig að við vitum ekki hvað er í boði. Við bíðum spennt. Þið þekkið til verka Hálistans, hann hefur verið hér síðustu 8 ára, er það ekki? Jú, ég ætla að sjá hver stefnumálin er að verða og svo tekum maður afstöðu. Þetta verður skemmtilegu dagur, kosningadagur og sjómannadagur og Þannig að þú hlakkar bara til 31. Ég hlakkar til 31. Það verður flaggað og fólk fer í sín bestu föt. Já. Frambjóðendurnir verða örugglega settir í einhver verkefni á sjómannadaginn. Við höldum áframferð okkar Norðurland vestra og nú erum við komin hingað á Blönduós. Hér eru 2 listar í framboði, L-listi fólksins og J-listi umbóta sinna. Nú, við skulum heyra hvað þeir hafa fram að færa. Byggðin á Blönduósi stendur í kvos undir bröttum marbökkum báðum megin Blöndu og eru bakkarnir víðast 40 metra háir. Bærinn er byggður í landi jarðanna Hjaltabakka og Hnjúka, vestan ár eða sunnan ár eins og heimamenn segja og ennis austan eða norðan ár. Þjóðvegur 1 liggur í gegnum Blönduós. Sveitarfélagi hét áður Blönduós hreppur en fékk kaupstaðarréttindi árið 1988. Eftir það var nafninu formlega breytt í Blönduósbær. Engilíðarhreppur sameinaðist bænum árið 2001. Blönduós er 183 ferkílómetrar að stærð og þar búa tæplega 900 manns. Atvinnulíf á Blönduósi byggist á margs konar matvælaiðnaði og öðrum léttum iðnaði, svo á verslun og þjónustu við íbúa héraðsins og ferðamenn. 2 listar bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga á Blönduósi í ár. L-listi fólksins og J-listi umbóta sinnaðra Blönduósinga með almannaheill og jafnræði að leiðarljósi. L-listi er í meirihluta á yfirstandandi kjörtímabili en J-listi hefur ekki boðið fram áður. Nokkrir fulltrúar Samfylkingarinnar sem hefur haft 3 menn í bæjarstjórn eiga þó aðild að J-listanum. Við skulum heyra hvað fulltrúar frambúðana 2 á Blönduósi hafa að segja. Hvers vegna ættu kjósendur að velja þinn lista? Við bjóðum kjósendum upp á blandaðan hóp af reynslumiklu fólki og nýliðum sem komnir eru með nýjar hugmyndir og nýjar áherslur í starfið. Við hyggjumst halda áfram öllu því góða starfi sem unnið er af fólki í stofnunum og fyrirtækjum bæjarins. Við hyggjumst halda áfram með þau atvinnuverkefni sem vænleg eru til þess að byggja hér upp nýja atvinnu og efla starf fyrirtækjana sem fyrir eru. Við höfum mikinn hug á að bæta kjör barnafólks með því að halda aftur af eða jafnvel lækka gjaldskrár sem snúa að þjónustu við barnafólk, svo sem leikskóla, skóladagheimili, máltíðir, tómstunda og íþróttastarf. Almennt séð viljum við standa hér fyrir öflugri samfélagsþjónustu svo fólki finnist ákjósanlegt að búa hérna og fyrirtæki vilji starfa hérna. Já, það er nú á mörgum ástæðum. Fyrst og fremst við erum alltaf búin að vera við stjórnvölinn í 4 ár með mjög góðum árangri og þó sem á kjörtímabilinu hafi sem ný komin út úr stóri framkvæmd þess að sundlauga framkvæmdin var þá
þá eru samt orðið viðsnúningur í fjármálunum til hins betra núna síðustu misseri. Og svo bara á Ellistanum öflugur hópur fólks með víðtæka reynslu hérna og þaðan sem hefur virkilegan áhuga á því að Blönduós dafni og vaxi áfram og hér verði gott að búa áfram. Hverju myndir þú helst vilja breyta í sveitarfélaginu? Aukin þjónusta við dreifbýlið, aukin samræða við íbúana, tilraunir með íbúalýðræði og nútímalegri stjórnunarhættir í æðstu yfirstjórn bæjarins eru hluti sem koma upp í huga. Það verður að segjast eins og að við höfum ekki þjónusta dreifbýlið alveg nógu vel. Með því að taka á því þá værum við líka að senda skilaboð til nágranna okkar að þeim sé óhætt að ræða við okkur sameiningamál. En það að raun og vera að leggja niður Blönduósbæ og stofna nýtt sveitafélag allra austurhúnvetninga eitthvað sem okkur dreymir öllum hér á Blönduósi. Með nútímalegri stjórnunarháttum þá eigum við að okkur finnst tímabært að beita þarfagreiningu innan sveitafélagsins, sérstaklega í yfirstjórninu, stofnunum og nokkrum fyrirtækjum, til þess að leiða betur í ljós hvaða störf það eru sem við þurfum að sinna og síðan fara yfir hvort við gerum það og svo endurskoða starfslýsingar og skipurit í framhaldi af því. Ég myndi að breyta því að þessi stóra atvinnuuppbygging sem við erum búin að bíða eftir að hún verði. Það kannski helsta breytingin sem ég myndi vilja sjá. Svo höfum við líka áhuga á því að þær breytingar verði í skólamálum að öll kennsla grunnskólans fari fram undir sama þaki. Þá ég að tala heimilissvæði og skólamötuneytið sjálft líka og einnig tónlistarskólinn. Hann fari undir sama þak. Þetta húsnæði til í grunnskólanum, það þarf bara að leggja fjármagn í það að breyta því og bæta til þess að setja þessa starfsemi þar inn. Og svo myndum við vilja setja á komandi árum meira fjármagn í viðhald á fasteignum hjá bænum. Það svolítið setið á hakanum og það þyrfti að fara að breyta því. Hvar myndir þú skera niður í rekstri sveitafélagsins sé það nauðsynlegt? Á undanförnum 4 árum þá höfum við gengið í raun og veru mjög nærri rekstri sveitafélagsins vegna mikilla skulda sem komu til vegna kostnaðarsamra framkvæmda sem sveitafélagið stóði í þá, meðal annars hinni stórglæsilegur sundlaug sem jafnframt var mjög dýr. Það eru því ekki mörg tækifæri til þess að bjóða fólki sem starfir á Blönduósbæ upp á að þrengja enn frekar að sér. Kannski helst tækifæri í yfirstjórn sveitafélagsins. Já, það er nú ekkert sérstaklega spennandi að skera niður og við höfum nú ekkert mikinn áhuga á því í sjálfum sér, en við viljum hafa sterk og góð fjármálastjórnun og það er nú þannig að við vorum í miklum framkvæmdum hér fyrir nokkrum árum síðan og síðan var farið í það að leggja upp með sparnað og aðhald í öllu í rekstri og við teljum okkur bara vera í mjög góðum málum með það og núna komið tækifæri til þess að fara frekar í framkvæmdir sem að hafa beðið á þessum tíma þannig að við erum ekkert með hnífinn á lofti hér. Hvað telur þú helst að ógni framtíð sveitafélagsins? Hægfara íbúafækkun sem við búum við, skortur á sameiningarþróun í héraðinu og skortur á fjölbreyttari og betur launuðum atvinnutækifærum eru helstu ógnarnar sem við búum við. Það er náttúrulega það sem ógnar framtíð sveitafélagsins það að við erum stödd hérna á einu mesta láglaunasvæði landsins. Og það kannski verkefni sem að þarf að huga að reyna að breyta því. En síðan náttúrulega geta verið ógnanir í sjálfum sér að okkur finnst að okkur hafi ekki verið sinnt bara sem skyldi hérna á þessu svæði. En núna ætlum við að fara að berjast fyrir okkar málum og þá trúum við að við fáum aðra til þess að taka á því með okkur. Við líka leggjum mikið upp úr því að það sé jákvæð umræða innan sveitafélagsins. Það sterkasta vítamíni sem við eigum í sjálfum sér sjálf sem við getum notað og svo viljum við bara ekki færa veginn. Hvar liggja helst tækifæri sveitafélagsins? Tækifæri sveitafélagsins liggja í öflugri uppbyggingu atvinnulífs. Við höfum fengið samþykkt, á Alþingi hefur verið samþykkt ályktun átak í uppbyggingu atvinnulífs í Austur-Húnavatnssýslu
Við höfum til reiðu stóra iðnaðarlóð þar sem hægt að hefja framkvæmdir með stuttum fyrirvara. Í Blöndu mikil orka sem flutt hefur verið burtu með allt og kostnaðarsömum hætti allt og langt skeið. Hér heima fyrir hafa ferðaþjónustaðilar staðið fyrir átaki, aukið samstarf sín í milli, sótt fram, einkum í veitinga- og gistisölu. Þar þarf að taka til hendinni í þróun fleiri afþreyingarkosta. Það þarf að eiga sér stað vöruþróun í afþreyingarkostum í ferðaþjónustu. Nú, almennt Blönduós mjög vel settur með alla almenna þjónustu og hér bíða ekki nein stór fjárfestingarverkefni í innviðum samfélagsins. Þetta tel ég meðal þeirra kosta sem við búum við hér. Hér á staðnum til dæmis húsnæði sem áhugasamir gætu nýtt sér til að koma að rekstri af hvaða tagi sem Við munum beita okkur fyrir því að finna slíka aðila á kjörtímabilinu. Fólkið mannauðurinn sem við þurfum að spila úr og við þurfum líka að auka í rauninni tækifæri fólksins með aukni atvinnustarfsemi og við hjá L-listanum leggjum alveg mjög þunga áherslu á að taka á í atvinnumálum. Í atvinnumálun í rauninni númer 1, 2 og 3 vegna þess að þau eru afl þess sem koma skal til þess að geta haft fjármuni til þess að fjármagna það velferðarkerfi sem við viljum búa til á Blönduósi. Og þess vegna þetta svona stóra málið og við sjáum fyrir okkur að það hægt að efla hér verulega í þjónustu við ferðamenn. Við erum í verkefni hér í ferðamálum sem ég trúi að komi til með að halda áfram og eflast og síðan erum við að tala náttúrulega stærri hluti eins og gagnaver. Við förum ekki frá Blönduósi öðruvísi en að heyra í kjósendum, við skulum heyra þeirra raddir. Þú ert komið með kosningarétt? Jó, nýkomin, bara núna í janúar. Og ætlar að taka þátt í þessum kosningum? Já, allavega ennþá eftir að ákveða sko, hvað ég myndi kjósa og svona, en ég ætla enda ekki með því að maður nýti sér það sko. Það eru 2 listar í kjöri hérna á Blönduósi? Já, ég ekkert búinn að ákveða sko, ég ekkert búinn að skoða þetta neitt sko. En þú ætlar að skoða það betur? Já, verður maður ekki að kíkja á það fyrst maður hefur rétt til það sko. Hver eru helstu hitamálin í kosningum hér á Blönduósi? Þau eru svo mörg að það ekki að telja upp sko. Það þarf alveg gríðarlega mikið svona kraft í eitthvað að fólk sem tekur þetta núna, það verður að vera kraftur í því. Það er mikið að gera það. Hvað brennur á fólki helst? Það náttúrulega þessi atvinnumál eru mjög einhæf og svona það vantar meira, vantar alveg klárlega og svona einhverja vel hátekjustörf og þetta er náttúrulega láglaunasvæði sko. Hefur verið það gegnum tíðina. Það finnst mér allan að þurfa að lagast. Nú eru 2 listar í kjöri, hefurðu kynnt þér stefnuskrá þeirra? Ég er búinn að skoða báða en ég er ekki búinn að gera upp hugmynd. Það verður svolítið að skoða það vel. Ætlar þú að kjósa hér á Blönduósi? Örugglega, eitthvað. Nú eru 2 listar í boði, ertu búinn að gera upp hug þinn? Nei, reyndar ekki. Annað þeirra? Annað þeirra, já. Oft það nú, en hvað myndir ráða úrslitum? Þú býðir í betri pítsupartí eða eitthvað. Ég er voðalega litla skoðun á þessu sko. Þetta er ekki mikið að býta stundina sko. En hvað það helst sem þarf að gera fyrir Blönduós? Ég veit það ekki, bara halda góðri þjónustu og passa að missa ekki fyrirtæki á svæðinu og þess að þannig að fólk hafi vinnu. Og hvernig það best gert? Ég hugsa að báða listarnir reyna að vinna því sama markmiði sko. Það sé nú framalega á lista hjá þeim báðum. Er eitthvað sérstakt fyrir ungt fólk sem þarf að gæta? Bara atvinnumöguleikar. Þá hægt að búa hérna? Já. Ég er mjög hlynntur að öðru listanum. Og hvers vegna? Það bara líst mér betur á hann og já. Hvaða máli það svona helst sem að þér finnst vera mikilvægust? Ég er ekki alveg búin að kynna mér nógu vel, en bara svona það sem ég sé núna strax og hvaða fólk inn á listanum. Það líst mér miklu betur á annan listan. Snýst þetta mikið sko persónur frekar heldur en listana? Já, ég veit það ekki. Bara það er svo mikið fólk, kannski af því að maður þekkir fólkið og veit hvað það getur gert. Ert þú búin að ákveða hvaða lista þú ætlar að kjósa hér á Blönduósi?
Já, svona nokkurn veginn. Og viltu segja okkur það? Nei. Hvað er það sem að listin þarf að standa fyrir svo þér finnst hann vera eftirsóknarverður? Nú bara atvinnumálin sé gert eitthvað í þeim hérna á svæðinu og sérstaklega finnst mér núna að byggja ferðaþjónustu sem er ekki mikil og nóg góð fyrir hérna á þessu svæði þannig að Er eitthvað eitt mál sem að má segja sé hitamál kosningarna á Blönduósi? Það er náttúrulega þetta gagnaver sem er búið að leiðin í einhver ár en ég veit svo sem ekkert hvort það sé eitthvað hitamál núna en það er alltaf í... Er eitthvað fara að lengja eftir því meinar þið? Já, ég held það en ég svo sem veit ekkert hvernig það stendur eða... En þetta er aðalega þá atvinnumálin sem brenna á ykkur? Já, ég hugsa það. Frá Blönduósi færum okkur hingað í Húnavatnshrepp en hér eru 2 listar í framboði, A- og E-listi. Þeir buðu báðir fram í síðustu sveitarstjórnarkosningum og munað þá aðeins 2 atkvæðum á þeim. En við skulum heyra hvar fulltrúar framboðana hafa að segja. Húnavatnshreppur varð til við sameiningu 5 sveitarhreppa og tók nýtt sameinað sveitarfélag þessara hreppa til starfa í júní árið 2006. Húnavatnshreppur er 3800 ferkilometrar að stærð og nær yfir stóran hluta austur Húnavatnssýslu. Frá Húnaflóa í norðri að Jöklum í suðri, frá Gljúfurá í vestri að Vatnsgarði í austri. Í Húnavatnsshreppi bjuggu 409 manns í upphafi þessa árs. Á Húnavöllum er stjórnsýsla sveitarfélagsins. Sauðfjárrækt, mjólkuframleiðsla, nautgriparækt og hrossarækt eru aðalatvinnuvegir. Svæðið er eitt gjöfulasta sauðfjárræktarsvæði landsins með víðfeðum heiðalönd. Eyvindastaðaheiði, Auðkúluheiði, Grímstungu og Haukagilsheiði eru afgerandi þáttur í þeirri öflugu sauðfjárrækt sem stunduð er í Húnavatnsshreppi. Ferðaþjónusta er einnig vaxandi atvinnuvegur. Hestamennska og ferðaþjónusta tengd henni er stundu víða. Blönduvirkjun, 150 megawatta vatnsaflsvirkjun sem tekin var í notkun árið 1991, er fyrsta stór virkjun Íslendinga sem segja má að sé að öllu leyti íslensk hönnun. Með virkjun Blöndu myndaðist 57 ferkilometra miðlunarlón á Auðkúluheiði. Jarðvarma virkjun er á Reykjum við Húnavelli og sér hún íbúum Blönduós, Skagastrandar og hluta af íbúum Húnavatnsshrepps fyrir heitu vatni. 2 listar buðu fram fyrir kosningarnar 2010 í Húnavatnsshreppi. A-listi framtíðar og E-listi nýtt afl. 2 atkvæði munað á framboðunum. A-listi hlaut 133 atkvæði og 3 af 7 fulltrúum í hreppsnefnd en E-listi hlaut 135 atkvæði og 4 fulltrúa. Íbúar Húnavatnsshrepps hafa þessa 2 kosti að velja nú en jafnframt eru þeir beðnir að segja hug sinn til sameiningar við önnur sveitarfélög en sveitarstjórn hefur látið skoða hagkvæmni þess að sameina öll sveitarfélög í austur Húnavatnssýslu en engar formlegar viðræður hafa þó átt sér stað. Við heyrum nú í fulltrúum framboðana í Húnavatnsshreppi. Hvers vegna ættu kjósendur að velja þinn lista? Við höfum á að skipa fjölbreyttu vali fulltrúa sem endurspegla samfélagið sem við búum í. Kraftmikið fólk á öllum aldri. 8 af okkar frambjóðendum eru með börn á leik- og grunnskóla aldri. Bjartsýni og trú á framtíðina er það sem einkennir okkar vinnubrögð og þannig er það sem hlutinni gerast. Við höfum haft meirihluta í sveitarstjórn Húnavatnsshrepps E-listinn frá 2010. Á þeim tíma þá höfum við gengið í gegnum endurskipulagningu og hagræðingu í rekstrinum í kjölfar tekjusamdráttar frá Jöfnunarsjóði með svo góðum árangri að árið 2013 var besta rekstrarár í sögu Húnavatnsshrepps frá upphafi og uppfyllum við nú fjármálareglu sveitarfélaga. Af þessari ástæðu ætlum við okkur að lækka skatta, fasteignaskatta á íbúa á komandi kjörtímabili. A-lista, lista framtíðar, skipa samhentur hópur fólks sem vill vinna með bjartsýni og jákvæðni að leiðarljósi að hagsmunum samfélagsins. Nú, atvinnumál er okkur hugleikinn og við viljum styðja og efla það sem fyrir er og stuðla ný sköpun í atvinnulífi eins og hægt er. Nú, í fjármálum lofum við traustri fjármálastjórn og virku kostnaðareftirliti. Nú, við viljum að íbúarnir njóti þess að ef að vel gengur að fá niðurfelld gjöld til dæmis af íbúðarhúsnæði. Nú, við kynnum okkar stefnu
í bæklingi sem verður borin í hús og við höldum út í Facebook-síðu og við verðum með kosningafundi á Húnavöllum 27. maí og ég vil bara hvetja kjósendur til að kynna sér okkar stefnu og vonast eftir góðum stuðningi 31. maí. Hverju myndið þú helst vilja breyta í sveitarfélaginu? Ég myndi vilja fá bættar samgöngur fyrir íbúana, bundið slitlag á tengi og héraðsvegi. Þetta mikið hagsmunamál fyrir íbúana sem að margir hverjir sækja daglega vinnu og skóla frá heimili. Varðandi ferðaþjónustuna þá þarf að gera stóra átak í að laga Kjalveg sem er í mjög slæmu ástandi. Þar fara 20.000 ferðamanna á hverju sumri og bílar skemmast vegna slæms ástand vegarins. Ég myndi vilja ljósleiðaravæða öll heimili í sveitarfélaginu. Það er draumsýn eins og þar sem að Húnavatnshreppur er afar stórt sveitarfélag með marga dali og því er þetta óframkvæmanlegt án aðkomu ríkisvaldsins. Aðgengi að 3 fasa rafmagni er grundvöllur atvinnustarfsemi í sveitum og það þarf að vinna að því að það geti verið. Já, vegakerfið hjá okkur er algjörlega afleitt, vegirnir slæmir og það er mjög hamlandi í rauninni fyrir íbúa sveitarfélagsins. Það kemur til dæmis fram þannig að ferðaþjónustan verður mun erfiðari, vegirnir eru það slæmir að það er ekki boðlegt ferðamönnum. Eins er erfitt fyrir fólk að sækja vinnu frá sínum heimilum. Annað sem við vildum sjá breytast það er internettengingarna sem við höfum, eru mjög lélegar, GSM-samband er takmarkað á ákveðnum svæðum í sveitarfélaginu. Þetta er hluti sem þyrfti að breytast. Aukin atvinnustarfsemi eða tækifæri fyrir fólk að vinna við hér á svæðinu er líka það sem við þyrftum endilega að sjá breytast. Við bindum vonir við Blönduvirkjun og hún gerir okkur kleift að auka atvinnutækifæri. Eins ferðaþjónustan, hún vonandi vex hér og við náum í svolítinn skerfa af þeirri stóru köku sem virðist núna verið í boði hér á landi. Hvar myndir þú skera niður í rekstri sveitarfélagsins sé það nauðsynlegt? Þegar stórt er spurt þá er oft fátt svör. Á yfirstandandi kjörtímabili þá höfum við farið í endurskipulagningu og hagræðingu á rekstri sveitarfélagsins og árið 2011 þá sameinuðum við leik- og grunnskólan hérna á Húnavöllum í eina skólastofnun með rekstrarlega hagkvæmni, fagleg sjónarmið og samþættingarleiðarljósi og svo sameining hefur tekist vel. Við teljum að það sé vel farið með rekstrartekjur sveitarfélagsins og því væri erfitt að skera niður ef svo staða kæmi upp. Hins vegar ef svo staða kemur upp að þá er best eðlilegast að forgangsraða verkefnum þannig að það eru þetta lögbundin verkefni sem að sveitarfélögum ber að sinna og svo eru verkefni sem teljast til grunnþjónustu sveitarfélaga. Og því er eðlilega að byrja á öðrum verkefnum heldur en áður töldum og við slíkar aðstæður getur þurft að endurskoða allt upp á nýtt. Já, það er nú ekki auðvelt, það er búið að skera mjög mikið niður hérna á undanförnum árum. Og tekjustofnarnir eru náttúrulega fyrirfram markaðir, sem sagt í lögbundin verkefni. En ef maður neytist til þess, þá myndir maður náttúrulega byrja kannski að reyna að skera niður í viðhald á eignum sveitarfélagsins. Og eins líka er það náttúrulega ekki nýframkvæmdir að ræða. Og síðan er það náttúrulega stjórnsýslan náttúrulega tekin til skoðunar og hvort það megi spara þar. En það sem ég myndi alls ekki vilja spara í, það er það sem snýr að unga fólkinu og börnunum. Við viljum ekki skera niður hérna sem snýr að skólunum. Það er okkar helsta stolt, það er hérna Vallaból leikskólinn og grunnskólinn hérna á Húnavöllum og það viljum við verja. Og treysta því að þannig fáum við fólk til að flytja til okkar. Hvað telur þú helst að ógni framtíð sveitarfélagsins? Fækkun íbúa hefur í Húnavatnshreppy eins og annars staðar Norðurlandi vestra, en Norðurland vestra er eitt af þeim landsvæðum sem hefur átt við hvað mesta fólksfækkun að stríða. Hér eru fábreytt atvinnutækifæri, sérstaklega fyrir menntafólk og það er afar þýðingamikið fyrir okkur að það sé fjölbreytt atvinnuframboð þar sem að mjög margir íbúar okkar sækja vinnu utan heimilis. Samgöngurnar þarf að bæta, vegakerfið okkar er ekki nógu gott og eins varðandi fjarskipti að það er nauðsynlegt að vera með góð fjarskipti. Þar sem að íbúar í nútíma samfélagi þeir stætta sig ekki við að hafa annars flokks net- og GSM-samband. Það er ekki spurning, það er fólksfækkunin.
Við höfum búið við viðvarandi fólksfækkun hérna bara áratugum saman eiginlega. Ég kíkti aðeins á tölur, 2002, frá 2002 hefur fólkinn sem býr í hreppunum sem mynduðu Húnavatnshrepp fækkað 21%. Frá 2007 hefur fækkað 13% hérna í Húnavatnsshreppi. Þannig ef svo heldur fram að þá náttúrulega er landdauðinn hérna, en við viljum nú ekki trúa því. Við trúum að það megi snúa þessu við og nýir sprotar eins og ferðaþjónustan geti orðið hjálpleg og annað sem laðar að okkur fólk. En það vísu dragbítur á ýmislegt hérna, samgöngukerfið náttúrulega í mjög vondu ásökumulagi, vegakerfið slæmt og annað, en við erum bjartsýn og viljum vinna að þessum málum. Hvar liggja helst tækifæri sveitarfélagsins? Það er eftirsóknarvert að búa í Húnavatnsshreppi. Hér er fallegt og gott að búa og ala upp börn. Húnavatnshreppur rekur leik- og grunnskóla að Húnavöllum og það er að fer fram metnaðarfullt starf. Það er góð aðstaða, mötuneyti, sundlaug, íþróttasalur, tónlistarkennsla og samfelldur skóladagur. Það er lítill skóli þar sem mikið um að vera. Allir eru virkjaðir og samstæðan er mikil. Við búum yfir mikill auðlind sem blönduvirkjun og nú er farið af stað samstillt átak heimamanna og stjórnvalda til atvinnuuppbyggingar í héraði til þess að nýta orkuna sem fellur til hér. Það er mikil tækifæri í mannauðinum, kraftmiklu fólki sem býr hérna í Húnavatnsshreppi og það eru mikil sóknarfæri í ferðaþjónustu og landbúnaði þar sem að Húnavatnshreppur er landmikill með viðfeðm heiðarlönd, ár og vötn, miklar og fallegar náttúruperlur og fræga menningar og sögustæði. Sveitarfélagið er fyrst og fremst landbúnaðarsvæði. Við höfum miklar víðáttur hér á heiðum og í sveitum og að efla landbúnaðinn væri mjög æskilegt. Við eigum þar mikið inni til ég vera. Önnur bara atvinnustarfsemi þarf líka að aukast. Ferðaþjónustan kemur þar inn í. Svo náttúrulega unga fólkið, við viljum sjá það koma heim og það sé eitthvað fyrir það að hverfa atvinna og líka þjónusta sem að við þurfum á að halda og hún náttúrulega verður betri eftir því sem að við erum fleiri og þannig verður samfélagið sterkara, ungt fólk, fleira fólk, meiri tekjur fyrir samfélagið og það er það sem að væri mjög gaman að geta gert. Þá skulum við heyra hvað kjósendur í Húnavatnsshreppi hafa að segja, en hér verður jafnframt kosið áhuga þeirra á sameiningu. Erst þú búin að ákveða hvað listan þú kýst? Já, ég held ég sé svona 90% búin að gera upp hugminn. Er það eitthvað sem þú vilt deila með okkur? Nei, ég ætla bara að hafa það hjá mér. Hvað er það sem ræður úrslitum, hvað þú velur? Það er nú bara ýmis mál í sveitarfélaginu og svo eru líka bara einstaklingarnir. Mér líst vel á frambjóðunar sem eru í boði og ég er svo sem kannski ætla ekki að útlista alveg hvað það er sérstaklega sem að. En hvað með atvinnumálin? Eru þau ofarlega á baugi? Já, atvinnumálin er náttúrulega ofarlega á baugi og þetta er náttúrulega stærsti atvinnustæðurinn hérna að mínum að allavega og mikilvægt fyrir okkur að hafa skólan í okkar sveitarfélagi. Ég veit nú ekkert, þetta er svona, mér finnst það allavega að vera mikilvægt málefni, skólamálin. En er þá stefnuskrá einhverja hér að sameinast? Ég hef nú bara verið að fara að víkja það, ég hef ekki skoðað þau mál gaumgæfilega. Ég hef mína skoðun á sameiningamálum. Og hver er hún? Viltu sameinast öðrum? Ég ætla kannski bara að hafa það fyrir mig. En það er svona eitt kosningamáli kannski? Jú, það er það. En þú ert allavega búin að gera upp hugðin og þú skilar ekki auði í þessum kosningum? Nei, það held ég ekki. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Já, svona nokkuð. Hvað er kosið hérna í Húnavatnsshreppi? Já, auðvitað verður alltaf í svona litlu sveitarfélögum, þá er alltaf dálítið kosið í persónukosning, en það eru líka skólamál og sameiningamál. Er áhugi á sameiningu finnst þér hér almennur? Óþarlega lítill finnst mér, en
Þú myndi vilja sjá meiri áhuga? Mín skoðun er svo að sveitirnar lifi ekki nema Blönduós blómstri og öfugt. Þannig að við þurfum öll hvort aðra að halda og ég lít svo á að okkur veit ekkert af að sameinast til að standa sterkari heldur en svona í litlum meiningum. Þannig að þú veist, ert búin að gera upp hug þinn? Já, svona nokkurn veginn. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Já, ég er svona nokkurn veginn búin að ákveða það. Og viltu segja okkur það? Já, ég mun örugglega kjósa A-listan. Og hvers vegna? Af því mér fannst E-listin ekki alveg vera búin að standa sér nógu vel. Hvað vantaði upp á þar? Ég bara... Það var ýmislegt sem mér fannst vera lítið gert með ýmislegt. En hvað er svona hitamálið í kosningunum hérna í Húnavatnsshreppi? Já, ég er bara ekki búin að lesa mér neitt almennilega til þetta hjá hvorum flokknum. Maður bara, já, maður svona fór yfir í hinn flokkina af því að mér fannst hinn flokkurinn ekki búin að vera nokkuð. En ert þú hlynt eða andvíg sameiningu? Ég var alveg til að skoða. Ég var alveg til að fá að vita hver kosturinn væri og hver gallinn væri. Þannig að þú mætir á kjörstæð 31. Já, ég ætla að láta ljós mitt skína þar. Frá Húnavatnsshreppi liggur leið okkar vestur í Húnaþing vestra, en þar eru 2 listar í boði og stefnir í mikla endurnýjun í sveitarstjórninni þar. Húnaþing vestra nær yfir alla vestur Húnavatnssýslu og hluta af Strandasýslu og spannar rúma 3000 ferkilometra landsvæðis frá Stikuhálsi og Holtavörðuheiði í vestri að Gljúfurá í austri. Þar búa tæplega 1200 íbúar. Sveitarfélagið var formlega stofnað árið 1998 þegar 7 hreppar voru sameinaðir, Staðarhreppur, Fremri Torfustaðarhreppur og Ytri Torfustaðarhreppur, Hvammstangarhreppur, Kirkjukvammshreppur, Þverárhreppur og Þorkelshólshreppur. Í byrjun árs 2012 rann svo Bæjarhreppur inn í þetta sveitarfélag og var það eina sameiningin á þessu kjörtímabili að Garðabæ og Álftanesi frátöldum. Hvammstangi er stærsti þéttbýliskjarninn og er landbúnaður, verslun og þjónusta aðal atvinnuvegir svæðisins. Sjálfstæðisflokkur og óháðir fengu hreinan meirihluta í sveitarstjórn í síðustu kosningum. Þeir eru nú með 4 fulltrúa, Framsóknarflokkurinn 2 og Samfylkingin og óháðir 1. Framsóknarflokkur og aðrir framfarasinnar bjóða nú undir merkjum B og nýtt framboð N-listi, nýtt afl í Húnaþingi vestra, sem er íbúalisti en nýtur stuðnings Sjálfstæðisflokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Fulltrúi Samfylkingarinnar og 2 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru ofarlega á þeim lista. Við skulum heyra hvað fulltrúar þessara framboða hafa að segja. Hvers vegna ættu kjósendur að velja þinn lista? Já, B-listi Framsóknar og annarra framfarasinna hefur sett fram heildstæða stefnuskrá. Leggjum aðaláherslu á atvinnumálin með að fara í átaksverkefni þar. Við leggjum áherslu á fjölskyldna og þá hugsum við til þess að brúa bilið með þjónustu frá 9 mánaða aldri í leikskólanum og síðan erum við að leggja upp með bætt búsetuskilyrði sem eru þá lagningu hitaveita til sveita. Þetta er samsettur listi af ungu og reynslumiklu fólki sem er jákvætt og viljugt til verka, þannig að það er það sem við leggjum áherslu á. N-listin í Húnaþingi vestra er nýtt afl í Húnaþingi og listan skipa hópur fólks sem er hæft og öflugt og vill láta að sig kveða og stýra sveitarfélaginu á næstu 4 árum og byggja á þeim frábæra árangur sem náðst hefur undanfarin 4 ár. Við ætlum að halda áfram að gæta aðhalds í fjármálum en leið ganga til framkvæmda sem eru sveitarfélaginu mikilvægar og bæta hér búsetuskilyrði. Þannig að ef að fólk vill áframhaldandi ábyrga fjármálastjórn að gengi sér til mikilvægra framkvæmda sem að bæta hér búsetuskilyrði og viðhalda og efla þjónustustig sveitarfélagsins, þá ætti það að setja X við N á kjördag. Hverju myndið þú helst vilja breyta í sveitarfélaginu? Sókn í atvinnulífinu er hvað brýnast í sambandi breytingar sem við sjáum fyrir okkur hérna. Án öflugs og fjölbreytts atvinnulífs best ekki að snúa íbúaþróuninni til betri vegar. Við viljum fara í átaksverkefni til
aukinar fjárfestingar í atvinnurekstri og til að efla núverandi atvinnurekstur. Við viljum ráða starfsmann til þess að laða að nýja fjárfesta og leita leiða svona til að efla frumkvöðlastarf og því að atvinna er sjálfsögðu drifkraftur allra samfélaga og forsenda núverandi búsetu og lykillinn að því að fá ungt fólk til að flytja heim aftur. Helstu breytingar sem ég myndi vilja sjá, það er fyrst og fremst fjölbreyttari og fleiri atvinnumöguleikar í sveitarfélaginu. Því meiri atvinnu sem er í boði, því fleira fólk kemur á svæði, vonandi, og við viljum fá fleira fólk á svæði og þá sérstaklega barnafjölskyldur. Unga fólki flytur héðan til að mennta sig og það vill koma heim að námi loknu. Og þá er mikilvægt að það sé atvinnu í boði fyrir þetta fólk sem er við hæfi, þeirra nám sem er búin að ná sér í. Fleiri breytingar, það eru betri vegir og bætta samgöngur. Við erum að þrýsta á ríkisvaldi með það og einnig bæta fjarskiptin. Það er mjög mikilvægt í okkar tæknivæddarsamfélagi. Svo vil ég sjá byggingu við íþróttahúsi, að þrektækja aðstæðan verið bætt. Þannig að þetta er svona það helsta, en atvinnumálin eru fyrst og fremst í forgang. Hvar myndir þú skera niður í rekstri sveitarfélagsins sé það nauðsynlegt? Fjárhagsstaða sveitarstjórns er mjög góð. Til þess liggja nokkrar ástæður. Núverandi meirihluti tók við góðu búi. Sameining Bæjarhrepps og Húnaþings vestra bætti sveitarsjóð. Á tímabilinu hafa skatttekjur aukist og framkvæmdir hafa verið í sögulegu lágmarki. Við viljum leggja áherslu á það og höfum mörg ítrekað það á samdráttartímum þegar bæði er fólksfækkun og samdráttartíma þá eigum við að hið opinbera að leggja áherslur á uppbyggingu. Við viljum ábyrga fjármálastjórn, við viljum skilvirkan og framkvæmda gleði, en það sem Húnaþing vestra hefur á að skipa er starfsfólk, gott starfsfólk, forstöðumenn sem eru ábyrgir og fylgja vel eftir þeim fjármunum sem þeir hafa til ráðstöfunar. Það vill svo vel til að við þurfum ekki að skera neitt niður, sýnist mér. Við erum búin að ná það góðum tökum á rekstrinum, en ef til kæmi þá er einn útgjaldaliður sem fyrir mér í taugarnar á mér heldur en aðrir og hann er, skal ég segja, ykkur vextir og verðbætur á skuldum, þannig ég myndi vilja greiða svolítið meira niður á skuldum og minnka þann útgjaldalið. Það er svona númer 1. Hvað telur þú helst að ógni framtíð sveitarfélagsins? Helsta ógnin er að við verðum ekki nógu dugleg við að koma okkur á framfæri og nýta tækifærin sem gefast. Áframhaldandi fólksfækkun og þá helst hjá yngsta aldursflokki og aldurssamsetning, lítil fjölbreytni í atvinnulífinu, hæg og lítil uppbygging og endurbætur á vegakerfi innan sveitarfélagsins, staða gagnaflutninga, það er að segja lausnum, alvöru lausnum sem að ganga að kröfum atvinnulífsins og geta boðið upp á þjónustað afþreyingu hjá okkur hérna. Síðan eru sífellt fleiri stofnanir sem að nýta sér internetið til þess að skrá gögn og er með gagnvirka þjónustu og þess háttar. Og til þess þurfum við öfluga gagnaflutningsgetu. Það er eins og í flestu minni samfélagum, það er fólksfækkun sem er mikil ógn við okkur og verið og síðan kannski vantar okkur störf fyrir menntað fólk en við erum vel í sveit sett fyrir hátt þjónustig og vel staðsett, þannig að ég trúi á því að þessi fólksfækkun það fer svona í bylgjum. Ég trúi á því að nú séu leiðin upp á við að séum réttir leið og eins og það á hann vel í sveit sett og þjónustig hátt. Hvar liggja helst tækifæri sveitarfélagsins? Tækifærin liggja víða hérna, en hérna eins og mörgum öðrum dreifðum byggðarlögum landbúnaður og ferðamanniðnaður kannski aðal undirstaða. Hérna staðsetningar ákveðið tækifæri, hérna stutt í allar áttir og við erum með hérna Vatnsnesið, Hvítserk, Selin og hérna víða heiðana líka, Grettisug, flott handverksfólk, margt annað hæfileikaríkt fólk.
Við hjá B-listanum munum leggja áherslu á samkeppnishæfni í atvinnurekstri og þjónustu við íbúa. Við viljum vera eftirsóknarvert svæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Helstu kostir sveitarfélagsins eru margir. Við erum miðsvæðis og erum bara 2 klukkutíma að keyra hvors heldur sem til Akureyrar eða Reykjavíkur. Á löglegum hraða og án byssustoppa. Það er ofsalega gott að ala upp börn hérna og við getum boðið þeim upp á fjölbreytta og ódýrar tómstundir. Við erum með ofsalega sterka innviði hérna. Við erum til dæmis með kaupfélag sem að selur svo gott sem allt og ef það er ekki til þar þá vantar okkur það ekki. Við erum með góða heilsugæslu, góða skóla og til dæmis tónlistarskóla þar sem að gamlir eins og ég geta stundað þar nám. Við hlúum vel að þeim sem að eldri eru og ég myndi raun og veru að segja að Húnaþing vestra er lítið samfélag þar sem að enginn týnist. En við skulum forvitnast hvað kjósendur hér í Húnaþingi vestra hafa að segja kosningarnar. Erst þú búinn að gera upp höfðinu í sveitarstjórnarkosningum? Já, ég reikna með því, já. Og hvað ætlar að kjósa? Gefur það? Nei, ég gef það ekkert upp. Hitamálið, ég hef nú svo sem ekki heyrt mikið neitt hita þá en það hlýtur náttúrulega að vera að klára til dæmis sambandi við skólan. Ég held að það hljóta að vera. Og það sem kannski brennur mest á mér finnst að sveitarstjórnarmenn þurfa að huga svolítið meira af okkar umhverfi. Og það sem að ég er í ferðamálum mikið, þá hlýtur að snúa svolítið finnst mér að bæta bara, samstarf á milli landeigenda og ferðamanna og við verðum að bæta það svolítið. Hvernig heldur þú það sé hægt að gera það? Já, það er náttúrulega bara að menn hittist og ræðist saman og reyna að koma sér á okkur niðurstöðu en þetta verða aldrei allir sáttir í því. Það er held ég nokkuð ljóst, já, bara maður sér þetta kringum all land að það er ekki allir ánægðir með að flæði á þessum ferðamönnum þannig að þetta er svolítið, ég held að þetta brennir svolítið á fólki líka. Ert þú búinn að mynda þér skoðun á listunum sem eru framboðið núna? Ég hef svo sem ekki mikið kynnt mér það. Ég hef búinn að skoða annan þeirra en hef ekki kynnt mér hinn. Skólamálin eru náttúrulega ofarlega í huga og svo náttúrulega bara samfélagið í heild sinni. Hvað er hægt að gera betur og hvort það væri hægt að auka einhverja atvinnusköpun á svæðinu. En það væri náttúrulega gaman að fá yngra fólk á svæðið. Finnst þið vanta tækifæri fyrir þið til að koma aftur? Það náttúrulega fer eftir því hvað fólk er að læra. Það er náttúrulega svo misjafnt hvað fólk, sérstaklega það sem fer í skóla til þess að læra eitthvað og að það hafi þá eitthvað fyrir það sem það lærir til að koma tilbaka til að vinna við. Ég er nú frá Þýskalandi og ég kom hingað 2007, så i raun er það fyrsti möguleiki fyrir mig að kjósa. Mér persónulegt finnst þetta mikilvægt í Húnaþingi vestra að vinna í þessi mál með þessi atvinnugrein. Og vinna á móti þessi stimpild að við værum svona láglaunsvæði. Það finnst mér ekki gott fyrir þessi svæði hérna. Mjög mikilvægt finnst mér líka að koma meira í svona umtal. Ég er nú frekar nýtt hérna og ég er stundum svolítið hissa að fólk í Reykjavík eða á annars svæði er bara, nú, þú býr á Hvammstanga. Hvernig getur man búa þar? Og það er í raun einhvað sem ég skil ekki, vegna það er bara fínt svæði hérna, fínt fólk. Og ég held að vinna á móti þennan, ef man getur sagt, fordóma. Ertu búinn að kynna þér listana sem eru í boði núna? Já. Varstu búinn að ákveða hvað ætlar að kjósa? Nei. Ætlar kannski ekki kjósa? Jú. Hvað finnst þér vera helsta kosningamálið í ár? Fá unga menntaða fólkið aftur heim í hérað og skapa atvinnutækifæri. Hvernig er það helst gert, heldur? Það er hægt að gera ýmis frumkvöðlafyrirtæki. Þau búa yfir ótrúlegum hæfileikum. Það er hægt að gera margt hérna heima í héraði. Þá er komið að lokum þessa þáttar hjá okkur í dag og við vonum að kjósendur og landsmenn allir séu miklu nær hvað brennur heitast á kjósendum hér á Norðurlandi vestra. Á morgun sjáum við svo þátt frá Austurlandi
Þangað til verið sæl.